Það þriggja marka tap í Krikanum. Þetta leit vel út hjá ykkur svona í 50 mínútur að segja. Svona, hvað klikkaði? Það fannst mér bara taugarnar. Við urðum bara svolítið stressaðir og óskynsamir og tókum rangar ákvarðanir, skutum illa. Og samanskapið þá svona fór varnarleikurinn líka Hiksta sem var mjög góður framan af. Þannig að ég myndi bara svona segja að við bara orðið stressaðir. Eins og segja, varnarleikurinn mjög góður framan af. Svona ber þess merki að við vorum komin með 4 brottvísanir eftir 17 mínútna leik. Lagðirðu leikinn þannig upp að þið ætlaðu að mæta FH-mönnum grimmt inn í kvöld? Já, það var náttúrulega uppleikið og mér fannst kannski margar af þessum brottvísunum voru ódýrar og hefðu viljað halda fleiri mönnum inn á. Við vorum mjög oft einum færri og það hafði sitt að segja en það er ekkert upp að bara að klaga í liðinu. Allt annað að sjá liðið einhvern veginn frá því fyrir jól. Þið náðu að halda þetta út í 50 mínútur. Það ekki bara markmiður núna að bæta við þessum 10 mínútur sem vantaði upp á? Jú, við eigum alveg að hafa púst í það að klára svona leiki og við erum að vísu að keyra þennan leik á fáum mönnum meðan þeir eru að keyra á fleiri mönnum. En við erum bara lítum vel út og við erum bara geta gert miklu betur eftir jól. Fréttaði að þið hefðu nýtt fríið vel og skroppið til Danmerkur ekki sett? Jó, fórum til Danmerkur og spiluðum þar við Aarhus. Nú var þetta bikarmeistara í Danmörku og lögðum grunninn fyrir þá að bikarmeistaratitilinn og æfðum vel þarna og nýttum ferðina vel. Þannig að þessi ferð var bara mjög góð svona handboltalega og mórast. Þannig að má segja það sem ykkur að þakka að þeir eru bikarmeistarar í gær? Ekkert annað. Takk fyrir að vita.